Ragnar, þegar þú hittir síðan fyrir tilviljun Guðmund á mánudag, að þá brestur eitthvað. Það hefur verið greint frá því í fjölmiðlum að það hefur komið til átaka eða þú hafir, aðeins sagt ráðist á hann. Hvað gerði svona? Ég leitaði, þetta stutt saga í rauninni, sko. Ég leitaði mér ásjáðar hjálpar og hringdi í vinn minn og vegna þess að ég var að brotna niður hérna. Ég grét og öskraði hérna víst eftir að ég las þessa skýrslu. Og ég vissi ekki hvað ég átti í rauninni að gera. Ég vildi ekki hringja neitt nákominn eða neitt. Ég hringdi eitthvað sem var svona nærstaddur. Ég hringdi ákveðið mann og hann segir ég kem hæl Ragnar og ég kem með eitthvað róandi handa sko, þegar hann vissi stöðu mála og hann vildi að ég kæmi bara með sér upp yfir aðeins og ég myndi jafna með hann tækjum pólahæðinu hvað í stöðu mála hvað ég myndi gera sko, vegna þess að ég rökhugsa svona að hún var alveg farin, hún var ekkert inn í hausnum náttúrulega og mér boðið í grillveislu hana en viti menn hver heldur að búa í næsta húsi Guðmundur Jónsson og kemur hann ekki á bílnum sín og bágrast inn í bílinn og ég snappaði bara og ég labba greiðlega að hann sér að mig og hvað segir maðurinn? Nei, ég er búinn að reyna að ná í þig, ég er búinn að reyna að ná í þig maður, ég er búinn að reyna að ná í þig. Þetta sagði hann, hugsaði þér. Ég snappaði bara, ég löðrangaði bara þvert og yfir, moldabeðið. Og svo fór ég bara. Hvar fyrstu styrkir það ganga ekki lengra, gæti margur? Veistu að ég bara veit það ekki. Æðri máttur, mun ég segja. Og mín etrumennska sem hjálpaði mér að komast yfir þetta. Vegna þess að hefði hann hitt mig fyrir 10 árum, þá var ég inni í fyrir morð. Ég hefði drepið hann. Ég hafði framið morð á hann. Ég skal segja hér í byrjun. Ég hefði framið morð á hann. Hann mun væntanlega ákæra þig eða... Mér er nokk sama þó hann ákæra mig fyrir eitthvað löðrung. Hvers þetta maður? Það er ekki að svara fyrir það. Ég svara, það er ekki að svara þessu. Það finnst þér? Ég þurfa að svara því. Þú sér ekkert eftir þessu. Að hafa slegið hann Guðmund Jónsson með handabækinu og lóðanum. Nei. Ég get ekki sagt það. Þetta er alltaf búin að vera rosalegir dagar fyrir ykkur tvö, en í dag þið eru sátt, þið eruð saman, þið hafið komist yfir þetta. Ég er svo glöð, ég er svo rosalega glöð að geta lifað í sannleika og það er ekkert leyndarmál á milli okkar og það er rosalega léttir en... Við erum alltaf sterk, þetta mun ekki brjóta okkur þessi maður getur ekki brjóta okkur við erum mun sterkar en það sem ég verð bara að segja ég er ofboðslega sár út í umfjöllun DVF og að DVF skuli geta hugsa sér að birta lygina í þeim hjónum. Þetta vita þessi viðtöl sem hafa verið síðustu dagar við bæði Guðmund og Helgu konans. Já, ég velti fyrir mér af hverju Helga Haraldsdóttir ekki ákærð líka. Er hún ekki í stjórnarformaður Birgis, var hún það ekki? Eða var hún ekki stjórn, var hún ekki í þessu félagi? Er hún ekki starfsmaður þá? Hún var skrifað sem starfsmaður. Og hún tekur þátt í þessu misferli. Af hverju hún ekki dæmd? Ég skil þetta ekki, ég þarf að leita mér lögfræðilega álits á því, bara aðtóa lögfræðilega hliðina á því. Já, og svo bara það að, sko, það er búið að dæma hann. Það er búið að dæma hann í fangelsi. Hann er sekur. Og af hverju er fjölmiðill þá, bara leið og dómur fallinn, að bera hann málsbætur, að birta lygi eftir hann, að meiða okkur ennþá meira. Það er erfitt, hlýtur að vera fyrir ykkur að stíga fram og segja þessa forsögu. Hafið þið óttast þetta? Já, það er mjög erfitt og við erum á mörkunum að bara treysta okkur til að tala vegna þess að það er bara komið vantraust í mig gagnvart fjölmiðlum.
Ekki ykkur, annars væri ég ekki. Alls ekki, ég skal fara þessu á mína vegu. Eins og DFF búin að koma fram að þá finnst mér þeim ekkert vera heilagt og það var vantraust í mér að nú myndu þau kannski bara nota tækifæri, nú erum við að koma hérna fram undir nafni, nafnleyndin farin, ok, bestu bara að taka þau bara í spa þá. Þannig að þú ert til þess að gefa skýr skilaboð til þeirra og annara fjölmiðla sem að kynnu að ganga á lagið að þú ert ekki að gefa þeim neina heimild að fara að velta þessu upp úr þínu Nei, bara alls ekki. Og mér fannst mjög erfitt að koma hérna. Svona í lokinu framtíðina og hvað þið sjáuð. Þetta alltaf baki. Er þetta ekki kaflaskil? Er þetta ekki búið? Þetta er búið. Nú hefst bara nýtt líf hjá mér og Mörtu. Akkúrat. Já, ég sé bjarta framtíð hjá okkur. Þetta er búið, þetta er nýtt líf, þetta er hreint borð. Við erum með lausi við monsterið, eins og við skoðum það. Þetta er monster. Og ég ætla að óska mínum nánustu hennar konunum hennar að þeir skilja okkur að við komum hérna fram okkar vegna, ekki þeirra vegna. Við erum að gera þetta okkar vegna til að hreinsa borðið. Við ætlum að vera bein í baki og við ætlum að brosa framan í fólkið þegar við förum að versla í Lóðadóni. Skilur mig? Svo einfalt er það. Skilur. Ekki satt? Jú.